Mhm. Siggi, bara lækka kannski hjá Ólíu, að þú veist. Þessi orðskviðnir. Ástin mín, bara lækka kannski svona sjónvarpinu. Það ekki? Japp. Allt live, já. Alright. Þriðji kafli, orðskviðnir, Proverbs, sem að sjá. Allt komið live. Komið live. Já. Komið alveg helling á YouTube. Jæja, ástin mín. Velkomin á skjáinn. Yeah. Alltaf nú að ske á Íslandi, Jú. eins og ávallt. Það var eitthvað að skea. En við elskum alla. Amen. Amen. Guð blessar allt. Já. Og Guð blessar ykkur. Og Amen. eins og Guð leysir úr öllum flækjum og Guð, Já. Amen. Hann gerir það. hann gerir það. Guð er góður. Guð er góður. Amen. En við erum bara flækjufótar og Það er bara manneskjan. það er bara við. Já. Og það er það sem að fær mann til þess að glotta þegar maður fær svona Guð að hlæja manni hvað maður á til að velta fyrir í höfði sér og gangi í gegnum Jú, jú. það sem maðurinn gerir. It's like here in Iceland there's lots going on and Yeah. it's been a busy day and like our minds it gets me to laugh because we complicate things in our minds Yes, do. and God always shows us Yeah.
this is very simple. Yes. Not complicated. It's never complicated. It's always simple. But we are clumsy and we try to. Our free will always try to complicate things, Yeah. and that's our enemy. Yeah, true. And that's what God makes us realize, and we laugh about. Yeah. And makes us smile Yes. because we see how stupid this free will is. Yeah. Yes. Yes. But on this beautiful Tuesday, we Yes. welcome on Grace Church Daily Prayer. Amen. Welcome. Welcome. Everybody say Amen on this beautiful Tuesday. What is it? Amen. Amen á þessum yndislega þriðjudegi. Amen. 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 Eins og ávallt að þá byrja fallega. Kona mín, þetta á litli bæn, like always here on Grace Church, my beautiful, beautiful wife starts this with a little prayer. Yes. Já, elsku Jesús. Við leggjum þessa stundi þín hendur, Dróttur minn. Heilagarandi, biður svo blessi varur okkar Sigga og gefur okkur frið í hug okkar og hjarta okkar og líka þeim sem eru heima að hlusta og horfa á Dróttur minn og blessur okkur öll í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Við ætlum að lyfta nöfnum upp í naðana. We're going to lift up name of the grace. Við ætlum að lyfta upp Halldóri og Önnu og þeirra fjölskyldu. Við ætlum að lyfta upp Einari hans og fjölskyldu hans og Róberti og lyfta upp Kamilu. Í Jesú nafni. Amen. Í Jesú nafni. Og við biðjum ykkur að lyfta þessu nafnum upp til Guðs og biðja Guð að blessa þau og biðja heilagan anda stíga inn í þær aðstæður og blessa fjölskyldu þeirra og blessa allt í kringu þau og greiða úr því sem greiða þarf og leysa það sem leysa þarf. Amen. Því Guð, eins og þið vitið, Guð ansar okkar bænum. Já. Like always, we ask you to pray for these names and ask God to bless them and ask the Holy Spirit to come and bless them and solve the things they're going through and like you know, God answers our prayers. Yes. Amen. 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 Because God loves us. Amen. Amen. And He loves them. Yeah. He loves all of you. Yes. That's the good thing about God. Yeah. Loves all of you. Yes. That's why He always tells us, love your neighbor like yourself. Love your enemy like yourself. Yes. And then I'm going to bless you because these are all my children. I saved them. And I went on the cross and I died for them because I love them. Yeah. And that's our God. Because He loves us. In Jesus' name, amen. Amen. And we are in Proverbs now. We are going to get a little bit wiser. Yes. Because like God wants us, He wants us to get wiser. And that's why we are going to Proverbs now, and we are finished with chapter 1 and 2.
So we are gonna take chapter 3 and 4, and this is the best device to get smart. Yes. And this teaches you how to get smarter. It teaches you don't be a fool. It's everything in it. Yes. Everything in it. Eins og orðskviðirnir, við erum að fara í gegnum orðskviðina, við erum búin að fara í gegnum orðskviðina, við erum búin að fara í gegnum kafla 1 og 2 og við erum að fara í gegnum orðskviðina til þess að verða vitræðir, því Guð vill að við fáum visku til þess að skilja hlutina og í orðskviðunum öll viska og því hann vill ekki að við séum svona, já, heimsk bara, já, hann vill ekki að við séum fáfróð. Hann vill fylla okkur af visku og það allt hér í orðskviðunum, það allt hérna, hvernig maður á að verða vitrari og sjá hvað heimska og hér sýnir hann allt í orðskviðunum og því elska ég orðskviðina. Því orðskviðarnir sýna mér hversu heimskur ég það bara þannig. Því nota ég orðskviðina og til þess að sjá hvar ég á villigötum og hvar heimska mín út af því að mér ber eins og Guð sýnir mér að mér ber að stunda sjálfskoðun á hverjum einasta degi og halda mig þar svo ég fari ekki út af leiðinni. Amen. 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 Everybody say amen. 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 Og ég ætla að byrja hérna í dag. Now we're going to read chapter 3 and 4 today in Proverbs. Og við ætlum að lesa núna í orðskviðunum kafla 3 og 4 og ég ætla að byrja núna að lesa. Heimska að gera ekki það sem maður veit að það sem maður veit að vera vitlaus vilja ekki vita hvað rétt. Já, nákvæmlega. Nákvæmlega, vel orðað. Vel orðað. Örvar, já. Hann með þetta á hreinu. Það bara svoleiðis. Það bara mjög einfalt. Það svo, ég tók alltaf, þú veist út, keep it simple, stupid. Já, það þitt orð. Það mitt, þú veist. Þinn orðafrasi. Minn orðafrasi. Það veit það nógu einfalt heimskingin og það ég bara heimskingi. Heili minn bara eins og bollin en viska Guðs eins og hafið og það kemst ekki í bollan. Og hann svona bara skammta mér í bolla minn það sem ég ræð við og því ég ræð ekki við að reyna að tróða hafið núan í bollan. Það gengur ekki upp. It's like I keep it always, keep it simple, stupid. I always say it to myself. I keep this phrase always to myself and because my brain is just like a cup and that's my brain and God gives me the information I need into that cup. But he is like the ocean, so he just gives me a small things to put in the cup. But I'm not gonna try to put the whole ocean in the cup
because it's not gonna fit there. And so I leave it in the hands of God, and God gives me what I need, and He gives you what you need. That's how God works. Og Guð gefur okkur alltaf þann skammt sem við þurfum og ekki of mikið að við ráðum ekki við það. Nei. Og því ekkert af okkur heimsk. Nei. Og ekki vera að falla fyrir einhverjar á netinu einhverjar gráður að mín greindarvísitala sé 140, svo sér það einhver skoðar einhvers staðar, ja, mín greindarvís 200. Svo fer og skoðar í aðaltæki í heiminum og hæsta greindarvísitala í heiminum, hún 161 sem ung dama á sem sló út hann vísindamann sem var í hjólastólnum, hann var með 160 og en þetta er gert, ég búinn að fara í svona dóti og maðurinn svona, við hafa gefið það reikningurinn mitt fag og Ó já. Svo sannarlega. Mjög gott. Því nota ég allt í mínu lífi, alveg sama hvort að ég sé að lesa eða hvað sem ég að gera, að þá nota ég próstulíkur á öllu. Hverju próstulíkurnar á þessu, alveg sem ég að fara yfir mannkynssögu og alla sögu, þá nota ég eins og biblíuna og allt þegar ég les og þá nota ég allt í prósentum. Og alltaf 1 + 1 eru 2 og þar eftir götunum. Og svona ekki greindarvísipróf gerð, þau eru gerð fyrir einstaklinga sem að eiga að klára eitthvað innan við nokkra sekúndur og ég með ADD og ég er með ADD fyrir alla mælingin og þá fæ ég út af því að út frá mínum reikningum að þá fer ég og finn fljótustu útkomuna og þá fæ ég bara allt í einu 20 hugmyndir til þess að leysa dæmi. Og það gengur ekki þegar að þú átt að svara spurninginni svona út af því að minn hugur hefur fundið reikniformúlu sem ég fljótar að reikna út dæmið og þetta var svolítið gaman þegar ég var að fara yfir þetta, ég var að fara með sérfræðingi í þessu og hann hafði gaman að þessu eins og þegar ég var að fara fyrir mörgum ára síðan og ég var að aðgreina í sambandi við Ron Davis og laga Ron Davis kerfið og sagt ýmsar sögur af því og þakka því sæla að hafa fengið þann heiður að núna í dag hafa verið að kenna Ron Davis kerfið eins og ég lagði það upp á sínum tíma. Já. Og svo spurðu hvort ég vildi fá nafnið mitt á þetta og ég sagði nei, þú getur lagt stimpilinn þinn á það að þú hafi gert það. En hún gerði þetta með mér en núna er verið að kenna þetta í skólanum út af því ég langaði að gefa börnum heiður að fá að nota þetta strax. Það var smá
gallar þarna í kerfinu. En svona var þessi hérna drengur sem var svona ofvirkur og mikið ADD, en ég er ekki með ADHD, sko. Ég var að aðgreina þetta milli að það er munur á ADHD og ADD og ég gerði þetta Þetta gerði ég fyrir 20 ára síðan, sko. En það tekur tíma að fara í gegnum kerfið allt sem var en þá komst ég að því að hugur minn, hann virkar öðruvísi og með ADD höfuð að þá hugsar öðruvísi og við reiknum öðruvísi í hugunum og einnig að við notum sterkasta minni sem við erum með að ef þú ert með ADHD og ADD, mikið ADD, þá ertu með sem kallað súperheila, að þú ert með súpertölvu og það er bara sannleikur. Það þú ert með súperheila út af því að þú getur verið að gera marga hluti í einu og það er bara út af því að þú ert með þú ert með svona, það er svona eins og væri með Windows 94 og svo ertu með tölvu núna sem er 2026 og það er munurinn á að vera með ADD og ekki vera með ADD. Ég eins og ég er að hlusta á hluti, ég get verið að hlusta á fjórfaldan hraða og ég er að hlusta á kona mér hlær alltaf þessu. En svona ger ég hlutina og ég... Þú varst bara að framkvæma áðan og vá, þú hugsaði svo hratt. Einar hans er að segja, þú ert með GCDC, kallið minn. Jú, það ekki verðast minn. Jú. Hann Einar hans sem er ADD, allir mér ekki. Þú örvar. Því greindari sem þú ert, því meira geta sumir réttlæti vitleysu í sjálfum sér. Hef þekkt ótrúlega gáfa fólk sem er líka sjálfa sig með þetta í gáfu og hef þekkt ótrúlega einfalt fólk sem gott. Já, það er rétt. Já, alveg svo við Kári. keep it simple, stupid. Yeah. Það var eins og Kári er svolítið spes og við Kári ræddum mikið saman eins og kona mín var vitni af og Kári hafði mjög gaman að því að leggja fyrir mig reikningdæmi og annað og kona mín var vitni af því en það var svolítið sem ég var ekki ánægður með að hann sagði alltaf við mig, sko, Siggi, eins og kona mín var vitni að Siggi ekki eða orðum í fólk sem væri með undir 120 í greind. Því þetta myndi gera þig, leiða þig í það að þú verið heimskari og þú ert allt og greindur til þess að eyða orðum í þetta að fá þig fyrir eitthvað bók í hönd. Já. Þetta er orð á sönnu? Nei. Þetta er sko ekki orð á sönnu. Nei, langt frá því. Það er sko alveg á móti Guðs. Já, rétt. Það er rétt. Alveg á móti mínu hér að mér ber, eins og orðskuðirnir segja hér, að mér ber að leita mér að greindari og fróðari manni á því sviði sem ég er að leita mér að og þá verð ég fróðari því. Og ef ég, eins og Kári var að segja, ef ég á ekki að tala við neitt sem er undir 120 í greind, hvernig ná sá maður að fara yfir þá 120 í greind? Já, vá, það er réttast mig. Og það er hann á að leita sér að fróðari manni og á því sviði. Og við erum öll með náðagáfu sem Guð hefur gefið okkur og hún er bara í misjöfnu formi og það er að fallega við allt út af því er enginn með sama fingrafærið og við erum
öll spesialistar á einhverju sviði og sumir eru mjög götusmart eins og menn hérna sem eru hér á sem eru mjög götusmart og það er rosalega grein til þess Já. En maður sem er að koma út úr Harvardskóla og hann ætlar að fara út á götu þar sem að Já. í eitthvað favela og ætla að fara að koma sér áfram þar nei. Ég er búinn að vera í favela og búinn að vera þar það var gefinn hálftími 99% líkur á að ég væri dauður ég var í nokkra sólarhringa í favela og nú er stríð þar svaka og það var stríð þar þegar ég var þar í Ríó og alltaf stríð þar og það er svona já, en ég elska að vera þar þetta er svona mitt fólk yndislegt fólk já en auðvitað glæpir þar en ýmislegt sá það sem að fólk vil ekki sjá og upplifið það og var með þarna heimamönnum og annað og það var svona já þetta var já en það er ekki fyrir alla Nei. Hörðu, Einur Hans er farin að sofa. Já, elsku þig, góða nótt. Já, góða nótt og kysstu börnin frá mér en að mér elska þig, bróðir. Hörðu, en ég ætla að byrja að lesa og svo ég var nú ekki að fara að tala eitthvað um mig maður. Nei, ég nenni ekki að tala um þig. Já, ég nenni ekki að tala um mig maður. Samt svo skemmtilega sögur, röstu mín. Ég endalaust að sögum maður. Ég hef líka skemmtilega sögur af við núna. Ég hef líka búinn að vera út um allan heim. Upplifa allt allt það besta og líka það versta og þannig þannig we have been around the world all my friends here and we have been living the best and we have been living the worst and that's life and that's why God is using me and using you because he likes using people that have experience of life. Yes. That's why Jesus was always sitting with the robbers and the killers, all these people, and he was always sitting with them because they were the sinners and he loved sitting with them. Yeah. And you read it in the New Testament. That's the truth. Yep. He loved sitting with the sinners, teaching them because they had a better understanding and because they were not corrupted like the other ones. They were more into real life because they had to experience life. eins og þeir, þó þeir hafi verið krimmaðar þá voru þeir ekki svona spilltir af ríkidæmi og öðru og
því vildi Jesú eða tíma með þeim Já. því þeir eru uppið á staðið og voru bara, heiðarlegri. En þeir voru ekki eins og farísearnir og hlokagykkir og annað eins og Jesús sagði, ég er viðbjóðari ykkur. Það er beint frá Jesú, hann er viðbjóð fyrir þess. Herra, ljósi voru þar. Nei, bara íta á miðjuna. Ok. Little light hér. Það er smá ljós hérna. En ég ætla að byrja að lesa fyrir ykkur. Ég ætla að byrja í kafla 3. Son minn, gleym eigi kenning minni og hjarta þitt varðveiti boðorð mín, því að langa líta á farsalt ár og velgengni munu þau veita þér í ríku mæli. Kærleiki og trúfesti munu aldrei yfirgefa þig. Bind þau háls þér, rita þau á spjald hjarta þíns. Þá munt þú ávinna þér hylli og fögur hyggindi, bæði í augum Guðs og manna. Treystu Drottni á öllu hjarta, reiddu þig ekki á eigi hyggjuvit, mundu til hans af öllum þínum vegum, þá mun hann gjöra stígu þína slétta. Þú skalt ekki þykjast vitur, óttast Drottinn og forðast illt. Það mun verða heilnæmt fyrir líkamann þinn og hressandi fyrir bein þín, tigna Drottinn með eigum þínum og með framgróða allra uppskeru þinnar. Þá munu hlöður þínar verða nægtafullar og vínberjalögurinn flóa út af vínlagar þróun þínum. Son minn, lítist við eigi augun Drottins og lát þér eigi gremjast umvöndun hans, því að Drottinn agar þann sem hann elskar og lætur þann son kenna til sem hann hefur mætur á. Sá er óöldur sem varveiti spekina, sæll er sá maður sem öðlast hefur speki. Sá maður sem hyggindi hlotnast, því betra er að afla sér hennar en að afla sér silfurs. Að arðurinn af henni ágætari en gull, hún er dýrmætari en perlur og allir dýrgripir þínir jafnast ekkert á við hana. Langir lífdagar eru í hægri hendi hennar, auður og mannvirðingar í vinstri hendi hennar. Vegir hennar eru yndislegi vegir og allar götur hennar velgengni. Hún er lífsins tré þeim sem grípa hana og sæll er hver sá er heldur fast í hana. Drottinn grundvallaði jörðina með visku, festi himinin af hyggjuviti, fyrir þekking hans mynduðust hafdjúpin og drýpur döggin úr skýjunum. Son minn, varðveit þú visku og gættu, lát þeirra eigi víkja frá augum þínum. Þá munu þær verða líf í sálu þinni og príð fyrir háls þinn. Þá muntu ganga óhultur veg þinn og eigi drepa við fæti. Þegar þú leggst til hvíldar þarft þú ekki að hræðast og hvílast þú munt svefnin verða vær og þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu né eyðilegging hinna óguðlugu þegar hún dynur yfir. Því að Drottinn mun vera athvarf þitt og varðveita fót þinn að hann verði eigi fanginn. Syngja eigi góðs þeim er þarfnast þess, ef það er á þínu valdi að gjöra það. Segð þú ekki við náunga þinn, far og kom aftur, á morgun skal ég gefa þér. Ef þú þó átt það til, brugga eigi illt gegn náunga þínum, þegar hann býr öruggur hjá þér. Deil ekki við neinn af ástæðulausu,
ef hann hefur ekki gjört þér neitt mein. Öfunda ekki ofbeldismannin og hafi engar mætur af neinum gjörðum hans. Því að anstig er sá drottni er afvega fer. En ráðvandir menn, alúða vinir hans, bölvun drottins er yfir húsi hins óguðlega, en bústað réttlátara blessar hann. Spottsama spottar hann, en lítillátum veitir hann náð. Vitri menn munu heiður hljóta, en heimskingjar bera smán úr bítum. Og núna ætla ég að biðja að lesa 4. kafla. Já. Þetta er smá ljós. Já, ég skal aðeins laga þetta fyrir ástum mín. Ég skal aðeins fara ljósinu og nærina. Fyrir ástum mín, ég veit að þetta er svolítið... Let there be light, amen. Let there be light. Halleluja. Halleluja, halleluja. Herri. Heyris... Já, halleluja. Já. Heyrið synir, áminning föður yðar og hlýðið til, svo að þér lærið hyggjandi. Því að góðan lærdóm gef ég yður, hafnið eigi kenningu minni. Þegar ég var sonur í föðurhúsunum, viðkvæmt einkabarn heima hjá móður minni, þá kenndi faðir minn mér og sagði við mig: Hjarta þitt haldi fast orðum mínum, varðveit þú boðorð mín og mundu lifa. Afla þér visku, afla þér hyggjenda. Gleym eigi og vík eigi frá orðum munns míns. Hafna henni eigi, þá mun hún varðveita þig. Elska hana, þá mun hún vernda þig. Upphaf viskunnar er, afla þér visku, afla þér hyggjenda fyrir alla eigur þínar. Haf hana í hávegum, þá mun hún hefja þig. Hún mun koma þér til vegs ef þú umfaðmar hana. Hún mun setja yndislegan sveig á höfuð þér, sæma þig prýðilegri kórónu. Heyr þú, son minn, og veit viðtöku orðum mínum. Þá mun æviár þín mörg verða. Ég vísa þér veg spekinar, leiði þig á brautir ráðverndarinnar. Gangi þú þær, skal leið þín ekki verða þröng, og hlaupir þú, skal þú ekki hrasa. Haltu fast í agan, slepptu honum ekki, varðveittu hann, því að hann er líf þitt. Kom þú eigi á götu óguðlegra og gakk eigi á vegi vondra manna. Sneið hjá honum og farðu hann ekki, sneið hjá honum, farðu hann ekki. Snúð þú frá honum og farðu framhjá, því að þeir geta ekki sofið nema þeir hafi gjört illt, og þeim kemur ekki dúr á auga nema þeir hafi fellt einhvern. Því að þeir eta glæpabrauð og drekka ofbeldisvín. Gata réttláta er eins og bjartur árdagsljómi, sem verður æ skærari fram að hádegi. Vegur óguðlegra er eins og niðamyrkur. Þeir vita ekki hvað þeir hrasa. Son minn, gef gaum að ræðu minni, hnei eyra þitt að orðum mínum, lát þau eigi víkja frá augum þínum, varðveit þau innst í hjarta þínu, því að þau eru líf þeirra, er öðlast þau og lækning fyrir alla líkama þeirra. Varðveit hjarta þitt fram að öllu öðru, því að þar eru uppsprettur lífsins. Haltu fláræði munnsins burt frá þér og lát falsvarana vera fjarri þér. Augu þín líti beint fram og augnalok þín horfi beint fram undan þér. Gjör braut fóta þinna slétta og allir vegir þínir séu staðfastir. Vík hvorki til hægri né vinstri, haltu fæti þínum burt frá illu. Í Jesú nafni, amen. 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 Já, það er eins og ég segi, Guð er góður, eins og hann er góður við mig. Amen. Því var kona mín svona heppin að eignast mig, að
Ég bara ekki með hrukkur og ég bara hef ekkert breyst eða frá því ég var 30. Ertu með aldur að vera á YouTube, sko? Nei, samt ég ekki tjóka. Þetta krakki? Já, ég elska það. Elsku barn, Guð elskar þig. Ég bara svo heppinn að auðvitað kona mín 100 miljón sinnum allir ég. Já, ég heppin að ég svona fallega mann, ha? Ég minn eini. Já, Ég heppinn að eignast þig, sko. Það bara þannig. Allt annað bara vitleysa út af því að, sko, Guð skapaði manninn fyrst og svo skapaði hann meistarverk. En kannski líður hann eitthvað illa, á undan segir hann hérna að hann var að spyrja okkur, þú brosir svona mikið, veitu, og kannski bara biðja fyrir honum. Veitu, hann fær oft heilasprungur, veitu. Brein minn líka eins og bolli sem fljótt flæðir yfir, hann bara veikur. Ég fæ oft heilasprungur, bara, já, af hverju ertu alltaf að brosa, heimurinn ekki fyndinn staður, hann bara líður illa. Veistu ekki, ég er svo stór sko, maður á að, sko, eins og Guð kennir manni að maður á ekki vera að taka hlutunum svona alvarlega. Nei. Alveg eins og Biblían segir, orðið segir, það engar kvaðir. Það engar kvaðir í orðinu. Nei. Það þýðir það að þú ert ekki skyldugur til þess að vera framfylgja einhverju. Ég ekki skyldugur til þess að vera í fíl. Ég ekki skyldugur til þess að vera eitthvað krömpi. Ég ekki skyldugur til þess að vera brosandi hérna og hlæjandi og ég ekki skyldugur til að gera neitt af þessu. En Guð vill að ég brosi. Amen. Amen. Og Guð vill að ég sýni að ég sé trúaður og það gerir það verkum að ég brosa og það því að ég fullur af andanum og þegar maður fyllist anda hans að þá getur maður ekki gert annað en brosa og því að maður finnur fyrir elsku Guðs og að maður svona, þú veist, ég búinn að vera á þessum stað, elsku vinur, að vera þannig að ég var ekki gamall, ég var 8 ára gamall og ég bjó hérna í 1 ár og ég svaf hérna í blokkum hérna á Stigagötu og ég veit hvað að ég bjó mér til heim til þess að ég var bara búinn mér til heim því að ég ólst upp í þannig aðstæðum að ég bjó mér svona bara eins og Palli einn í heiminum, sko. Ég trúði því bara að þetta væri allt leikritina og bjó mér þannig einn til þess að sætta mig við allt það sem ég var að gangi í gegnum að þetta væri bara raunir sem ég þurfti að gangi í gegnum og það var allt gert fyrir mig og þegar ég eldist þá var þetta bara svona, þetta var gert og leiða myndi slökknum, það væri búið að slökkna á leikritinu og ég trúði þessu, ég var bara búa mér til þennan raunveruleika til þess að geta tekist á við lífið og sætt mig við lífið eins og var og síðan eignaðist ég mitt fyrsta barn og ég var 16 ára gamall og
breyttist eitthvað innra með mér og þá fór leikritið að svona breytast að þessi raunveruleiki minn að barnið sem ég var komið með hendurnar það var meira virði en ég og þetta sýnir Guð manni þegar maður eignast barn og ég frelsast 23 ára gamall og þá hurfu allar þessar ranghugmyndir sem ég hafði búið mér til það að þetta snýrist allt mig og það snýst ekkert mig, þetta snýst okkur og þetta snýst Guð og reyna að gera þetta betri heimi heldur en þetta og ég var fullt af börnum og ég var sex dætur og því þekki ég konu mjög vel og ég gegnum alla mína atvinnustarfsemi og allt það sem ég hef stundað. Ég byrjaði snemma í fyrirtækjarekstri og þetta var bara lífið. Það var bara að bjarga sig strax og byrjaði til sjós 9 ára og 2 árum þegar ég var 14 ára og ég var með fyrirtæki líka. Ég var málingarekstri og þakvíkir alveg bara frá því ég var krakki og eignaðist mína fyrstu vídeólögu sem var stærsta vídeólega þá á landinu, aðeins 15 ára gamall og ég var með Tepparleysi fyrirtæki og ég er búinn að eiga milljón fyrirtæki, strippbústaði, ég er búinn að eiga allt, ég er búinn að ganga ykkur allt. Það sem maður er ekki búinn að gera ekki lífið. Vídeóleigur og byggingafyrirtæki, það er bara allt ástu minn. Byggingafyrirtæki, allt. ADD. Og vinirnir var alltaf leiði ég seldi eitt fyrirtæki og þá var ég búinn að opna fyrirtæki næstu viku, skilju. Svo margar hugmyndir, þú framkvæmir. Já. Alltaf kaupa mér eitthvað nýja íbúð og svo alltaf stærra hús og fara með gröndunum. Allt snýrist þetta peninga á sínum tíma og svo eignaðist ég alltaf mikið af peningum og það var versti staður sem ég hef lifað á. Og þá fann ég fyrir tónleika og það var ekkert sem veitti mig gleði og fólk heldur að peningar séu máli, sko, en þú eignast of mikið af þeim að þá einhvern veginn það var ekki tilgangur í neinu. Þú veist það sem ég hef ekki gert með peningum, skilur að fara inn í verslanir lokar og meðan ég er að versla. Það var enginn að fara inn í verslun og meðan ég er að versla. Inn í einhverjum rándýrum búðum. Þetta er ég búinn að fá að upplifa og
Ég hef marga vini sem eru milljarðamæringar og annað það er góða við að alltaf þegar við vinirnir hittum og þó við séum milljarðamæringar þá saknar alltaf þess skilur að það er að hitta vin sinn sem er ekki að sem er sannur vinur og er ekki að lúta fyrir þér út af því að þú eigir svo mikið af peningum út af því að allt í kringu þig verður fals. Þú eignast fullt af svokölluðum vinum og það sækjast allir í þig og þetta er allt blekking. Þarna kynnist maður þarna kynnist maður hvað maðurinn er mikill tækifærissinni og hvað er erfitt að eignast vin ef þú ert ríkur maður. Það er rosalega erfitt að eignast vin ef þú ert ríkur út af því að þú veist, þú ert alltaf með þessar áhyggjur að hann sé ekki vinurinn, að hann sé bara tækifærissinni til þess að nýta sér þig út af því að þú eigir peninga. Sönn vinátta ef ég metin í peningum? Nei, já, ég var nú að missa æskuvin minn og sem ég elskaði út af lífinu og sannur vinur og peningar við okkur skipti engu máli. Þar gleður mann að þegar maður gefur og á æskuvini sem lúta ekki, sem það getur bara sagt mann að halda kjafti, þegar maður á að halda kjafti kemur fram við mann sín jafningja sem maður vill að fólk geri og beri virðingu fyrir manni og maður ber virðingu fyrir og það er sannur vinur að fá tækifæri að gleðja þar og það er ekkert dýrmætara en það að fá að blessa vin sinn og það getur maður gert með peningum annað ef þú átt mikið af peningum og það hallar eitthvað í aðra áttina hjá vininum en þá veistu að þú ert að láta vininn fá það og það er dýrmætara en allt eiga svoleiðis vin. Það er ekki auðgefið að eiga sannan vin. Það er bara þannig. Eins og kemur fram í orðskrifanum, ef við máum þetta að lesa meira í orðskrifanum, að sannur vinur er dýrmætari en gull. Já. En já, það er rétt. Ölvar að þetta er bara svona, já, það er eins og það tekur hérna fram að þegar maður er eins og með mikið af peningum eins og var að
ferðast sama stað og ég í Tælandi og svona stöðum að Hann segir hérna undan. já, Nei, já. og hérna og það er þetta sko að já, eitt af því ég var með mig var að ég var aldrei með hroka ég var aldrei verið með hroka og þó ég átti rosalega mikið af peningum að ég var alltaf litið af fólk sem jafningja og alltaf en peningar maður er búinn að sjá þetta og svo það var reikið sjá að fara það að maður eignast kannski eitthvað ægilega mikið af einhverju og þetta veldur rosalega mikið, maður er að horfa á fólk og þá fer það upp í hroka og fer að líta niður á annað fólk út af það á mikið flottari maður á nýjan reysa og Nýjan jakka. Nýjan jakka og nýjan þetta eins og ég var hérna og fyrir á þennan nýr Hummer og ég veist að ég er dýrast Hummer það kosti 80 milljónir eftir breytingar í Korvettur og eitthvað svona. Það var ekki, ég var eiga gula og svarta sko og svo var ég með BMW hérna blæjubíl hérna fyrir utan og svo var hérna BMW-fennir voru 7-4, þú veist, ég átti það var all hlaðið á mér hérna fullt af bílum hérna. Og alltaf, svo gaf ég starfsfólkinu mínum bíla. Og ég var örlátur og ég var alltaf elska að gefa og Það er bara þú. Fallegt hjartans minn. Alveg svo menn sem hafa unnið fyrir mig að vita hvernig ég er og það hefur verið gott að vinna hjá mér og hérna Afsakið. Já. Boðið þeim reglulega utanlandsferðir starfsmönnunum mínum og eins og ég sá var einn sem var svona tiltölulega nýtur eða Sorry. Oh my. Vinna hjá mér og hérna ég sá að hann var að keyra okkur í druslu og átti erfitt, hann átti mjög erfitt og hérna svo kíkti ég með honum í heimsókn kíkti ég heim til hans og sagði ég bara, vá, bara 5 börn heima og hann með mömmu sína og hérna og mjög erfitt í búi og ég bara og þau voru bara einu bíl og svo þegar hann mætti daginn eftir í vinnuna og gaf ég honum splunkunni, hann Grand hérna Caravan allan með leðri og flottan og 7 manna og til að gleðja hjarta hans og hann reyndist mér rosalega mjög góð vinur minn og hann reyndist mér rosalega vel og ég man hvað þetta gladdi konun hans og hún gat farið með öll börnin í skólann og hún gat farið með gömlu og þau komist öll í bílinn og hann gat verið á hinum bílnum og farið í vinnuna og þetta virkilega gladdi mig út af því það var yndisleg fjölskylda og virkilega góð vinur sem ég á. Erum við að vera að senda þig? Að senda? Já. Já, það er
það er þetta. Þetta er að passa að maður getur farið og látið upp skjöld og maður lætur upp skjöldin og það er þetta sem skeður með mann að jú, ég var auðvitað með mína brynju alla tíð, ég var alltaf með mína brynju hérna og passa maður bara, þú veist, brynjan getur gerst ýmsum og brynjan eins og þú notaði brynjuna í hroka vera hleyp ekki fólki að þér ég skil hvað þú átt við þetta er bara þetta er svona hugur manns fær mann til þess að verja sitt og maður gerir það með ýmsum ráðum og það er bara þannig og það er þessi frjálsi vilji sem fær mann til þess að gera þetta og þessi frjálsi vilji er alltaf leiðir mann í þetta að fara í hroka eða að fara þarna og vera eitthvað svona og hinsinn og eitthvað meira en annað það er ekkert eins og ég að verið saklaus af því að vera eitthvað að reyna að vera eitthvað meira en annar út af ég ætlaði mér að vera ríkast maður í heimi og það er svolítið jú, þetta maður ætlaði sér en það var Eimið var að eignast allt þegar maður, eins og ég segja, þegar maður er búinn að vera með ríkustu mönnum í heiminum og að vera með þeim eins og hittist ríkasti menn í Englands og Peter Stringford sem er ríkasti mann Englands og fleirum fullt af businessmönnum sem ég kynntist í gegnum tíðina og ég þekki marga Íslendinga sem ég bara eru vinir mínir, því nefndi ég ekki persónulega vinir og ég nefndi ekki hér á nafn og eru einu ríkustu menn Íslands og eru ægilega góðir vinir mínir. Eins og kona minn hefur verið vitnað að þá sér hún menn sem eru, mikið lítið upp til hér á landi, breytast og verða bara töffarar og eru bara þeir út af þeir eru með mér og fólk horfir á okkur og við erum með fíflalæti og skrípalæti og það er engin gríma út af því við erum bara við að leika okkur og við erum ekkert að pæla í einu fólkinu og þá líður okkur svo vel. Já, það er rétt. Þá erum við frjálsir. Já. Þetta elskum við, En ferðirnar okkar eru svona, vera í þyrlum og vera, ferðast með frægu kvikmyndaliði og frægu fólki og svona, en maður kynnist ýmsu fólki, en þarna kemur inn á það að svolítið eins og ríkt fólk lagast að hvort öðru út af því að þá er ekki metingur á milli og þá myndast vinátta og annað. Vinur sem getur treyst alltaf á sem hún kynntist í æskunniðinni. Það er 100% vinur þinn og sem hún búinn að þekkja í 20 ára. Og þeir eru manns bestu. Heyrðu, ég kom langt út fyrir mig.
Allt í guðu, ekki bara sit og play. Proverbs, chapter 3 now and 4. now we are gonna play this for you, like we always do here on Grace Church Yes. Daily Prayer. I was talking a little bit in Icelandic about rich people having all the money. I used to have a lot, and I used to own a lot of companies. I used to be in the strip business. I used to own a lot of video stores in the old days. I used to travel a lot. I was talking about when I had all the money. I felt so empty, and I didn't see no point in life because too much money takes everything away. It's like you're giving your daughter a new car and you're asking, she gives you a little smile. That's it. That's it. That's it. Then it's better to have less of everything and you see real appreciation when you give something to somebody. Já, ég þekki þetta líka. Þó svo ég sé ung, sko. Mín besta æskuvinkona, hún einmitt látin. Það leiðilegt, sko. En já, á enga æskuvini, þeir eru allir dauðir. Því miður, ég elska hundi minn meira en fólk. Já. Það bara ekkert sorry við það. Þú getur treyst hundinu þínu. Já, það eitt sem ég búinn að eiga mikið af hundum og einn var minn svona uppáhaldshundur. Það var Tyson minn og 85 kílóa Rottweiler. I had one favorite dog. I've owned a lot of dogs. I have a dog, and my favorite dog was a Rottweiler. He was 85 kilos, very big, just muscles. And he was my best friend. And he followed all my instructions, and he was a protecting dog. So I brought him up like that, and I always gave him like raw lamb hearts always to eat, and he was very strong and loyal, and he protected this family. And if somebody came into the house and he found something that was wrong with him, he let me know right away that this person was not supposed to be in this house. Yeah. If he had a handcuff, he would handcuff the person, that's true. And he was also in a daycare. If our daughter would take a walkie, then he walked with her on job and protect her. Yeah, nobody could. And followed her home. Yeah. Yeah, many years ago, but yeah. Our daughter walked out here, and he walked with 13 her. years ago, but yeah. Yeah. Best dog in the world. He was special dog. Really? Yeah, he's special dog. Yes. But you didn't walk into my house. No. No way. You always had to smell you, check you out before you went into my house. I loved my Tyson. Tyson was my favorite.
I got very good memories with him. Yeah. I used to have Dobermans, I used to have Great Dane, I used to have Huskies. I own a lot of dogs. Now I have Miniature pincher. new miniature pinscher, but Really big pinscher. It's the biggest pinscher in Iceland. Yeah. It's 9 kilos. Pinscher is usually 4 to 5 kilos, but mine is brown and is 9 kilos. Góða nótt, Örvar, við elskum þig. Elska þig, Örvar. Góða nótt. And now we are gonna play this in English for you in King James 16:11 and enjoy. Ég veit að þið Íslendingar, þið skiljið íslensku og þið njótið að hlusta á King James 16:11. Amen. Amen. Proverbs 3. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. For whom the Lord loveth he correcteth, even as a father the son in whom he delighteth. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold. She is more precious than rubies, and all the things thou canst desire are not to be compared unto her. Length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to them that lay hold upon her, and happy is every one that retaineth her. The Lord by wisdom hath founded the earth, by understanding hath he established the heavens. By his knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew. My son, let not them depart from thine eyes. Keep sound wisdom and discretion. So shall they be life unto thy soul, and grace to thy neck. Then shalt thou walk in thy way safely, and thy foot shall not stumble. When thou liest down, thou shalt not be afraid. Yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet. Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked when it cometh. For the Lord shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken. Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it. Say not unto thy neighbor, Go and come again, and tomorrow I will give, when thou hast it by thee. Devise not evil against thy neighbor, seeing he dwelleth securely by thee. Strive not with a man without cause, if he have done thee no harm. Envy thou not the oppressor, and choose none of his ways. For the froward is abomination to the Lord, but his secret is with the righteous. The curse of the Lord is in the house of the wicked, but he blesseth the habitation of the just. Surely he scorneth the scorners, but he giveth grace unto the lowly. The wise shall inherit glory, but shame shall be the promotion of fools. Amen. Amen. Proverbs 4. Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding.
For I give you good doctrine. Forsake ye not my law. For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother. He taught me also, and said unto me, Let thine heart retain my words. Keep my commandments, and live. Get wisdom. Get understanding. Forget it not, neither decline from the words of my mouth. Forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Exalt her, and she shall promote thee. She shall bring thee to honor when thou dost embrace her. She shall give to thine head an ornament of grace. A crown of glory shall she deliver to thee. Hear, O my son, and receive my sayings, and the years of thy life shall be many. I have taught thee in the way of wisdom. I have led thee in right paths. When thou goest, thy steps shall not be straitened, and when thou runnest, thou shalt not stumble. Take fast hold of instruction. Let her not go. Keep her, for she is thy life. Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men. Avoid it. Pass not by it. Turn from it, and pass away. For they sleep not, except they have done mischief, and their sleep is taken away, unless they cause some to fall. For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence. But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day. The way of the wicked is as darkness. They know not at what they stumble. My son, attend to my words. Incline thine ear unto my sayings. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee. Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established. Turn not to the right hand, nor to the left. Remove thy foot from evil. Í Jesú nafni, Amen. And everybody Proverbs say, 5. Amen. everybody say amen on this beautiful Tuesday. Allir say amen á þessu myndislega þriðjudag. Já, Amen. Einmitt við konan vorum að tala hvað Guð var yndislegur. Yeah. Me and my wife were talking about that God is wonderful and how He uses us, Yeah. the church here and the team here, and the people here, how He uses us. Yeah. Because we have been going here on Grace Church through the whole New Testament, and we finished the whole New Testament, Yeah. and we were thinking of what would take that would give a fulfillment into the New Testament, so you can understand the New Testament. Eins og við vorum að tala hér að hvernig guðlega þetta við erum búin að við erum búin að fara í gegnum allt, við erum búin að lesa allt Nýja testamentið og hvað þetta taka við næst og þá leiddi Guð okkur inn í það að án þess að við völdum ekki neitt, we didn't choose. No. No. And God put us to Proverbs og Guð leiddi okkur í það við fórum hér að lesa orðskviðina og við vorum einmitt að ræða þetta til þess að fá visku og to get wisdom because we need wisdom to understand the New Testament.
you can see how God is taking things into His hands and showing us how He works, Yeah. and then He put us straight to Proverbs, because then we can get all the wisdom there Yeah. to understand the New Testament. Yes. Og eins og Guð gerði, hann sendi okkur beint í orðskriðuna eftir að við vorum búin að lesa allt Nýja testamentið, Já. og til þess að fá visku Amen. til þess að skilja Nýja testament. Já, amen. Amen. Svo gott. Svona vinnur Guð, og Já. því segjum við alltaf, ekki líta upp til mín, Nei. ekki líta upp til konu minnar, því við erum bara mannleg. Og that's why we should always say, don't look up to me or my wife. We are just humans, and don't idolize us, because what you're supposed to look up to is God. Like Yeah. me, I look up to God, Amen. and because you're not supposed to look up to me, you look up to God. You can listen to the words that comes out of me. That's God speaking to you, because He's using my tongue, and that's what He's giving you, and that's how He uses us. But man falls, like Jesus says, there is no good man. That's why Jesus was not a man, he was God. Yes. But all these culture things are trying to tell you that he's a man. Like the Muslims, they try to tell you he's a prophet, and the other, they, like in what Jehovah, they made the new Bible, and they just where they were supposed to stand Jehovah, they put that word out of the Bible, because that means Jesus is God, and so they took that word out of the Bible there. Yeah. And like it stands in the Bible, stands in the Bible, his name in Yesaya, in the Old Testament stands, his name was supposed to be Emmanuel. Yeah. And Yesaya, prophet, told that he was gonna come here and he was gonna walk the earth. And Emmanuel means God is with us. Yes. Og eins og við Yesaya spáði fyrir að Guð myndi koma, að nafn Guðs yrði Emmanuel, til þýðir Guð er með oss, og eins og Gabriel engill, og þetta er þar kúltúr, kirkjur, kúltúrsöfnir, ekki kirkjur, kúltúrsöfnir að kenna í kirkjunni sinni að Jesú sé maður. They are trying to tell you that Jesus was a man, but Jesus is not a man, he's a God. Yeah. Like if you ask IQ in the computer and you ask the computer to tell you who Jesus is, and then the IQ reads the Bible, it already had written all the Bible, and then it tells you that Jesus Christ is God. Yeah. Amen. Amen. But
people are trying to tell you that he's not God because they think we are stupid. And that's why they are trying to do this. They are trying to tell you that God was a man over here, Jesus was a man over here, God over there, and blah, 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 blah. And, but Gabriel, angel, went to Joseph. You can read this in the Bible. Yeah. Gabriel angel went to Joseph and told Joseph the name of his son. It was supposed to, you are gonna name him Emmanuel. Yeah. And this is very strange when the husband gives the name of the son. And then Gabriel went to the same to Maria May and told Maria May that his name was supposed to be Jesus. How can this be? How can this be? That's why God tells us always be smart and see when people are putting things in the Bible that is not supposed to be there. Because in Yesaya prophet shows you the name of Jesus is Emmanuel, because he prophesied about that from God, that his name is Emmanuel. That's why Gabriel angel went to Joseph and told his name is Emmanuel. But then they made some thing and said, and Joseph named him Jesus, and that was right. How can that be right? If Gabriel angel told him you're supposed to name him Emmanuel, and Joseph named him Jesus, how can that be? Crazy. Crazy. But we see this. I see this through all the scriptures. I read all the scriptures, and I see it through all these things. This is why Luther was not allowed to take any words out of the Bible, and Luther did that, and Jesus told there's not gonna come any prophet after me, so, but they always talking about these prophets, and Jesus said there's no prophet gonna come after me. I'm just gonna come back. Yes. And that's it. And so we have to watch out. They've been taking these scriptures and telling you that they are putting this up for our better understanding. For our better understanding. That, because our understanding of language is a little bit different, and blah, 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 and so they change the language. No. It's like, and I want you to bless the family of Hubert, my friends, the memory of him, and við vill að muni á allt að blessa fjölskyldu Huberts, vina minns, kallaði Hubi, og blessa fjölskyldu hans. Og mér þykir rosalega vænt það að konan hans Huba, að Huberts, hún á James,
Svona King James biblíu, Já. 1100 og eitthvað. 1100 ára, já. Yeah, 1100 and something. Virkilega. Yeah, different Bible. And this is a Bible that I'm gonna go and I have to go to her and I'm gonna go through that Bible because I know it's different. Because Luther didn't touch the Bible and that's it's much older version of the Bible, so it's gonna be a thing that I'm gonna love to go through Yes. because I'm gonna see a lot of more scriptures there, and like they're taking a lot of things out of here, and so I'm gonna show. It's gonna be interesting for me because I love the Bible. Yes. I love all these scriptures. Yeah. I'm waiting for a special Bible that I'm waiting for, and because I wanna own all the old scriptures. I'm waiting for the new 88 scripture. Eller, nej, vad heter She's from Ethiopian Bible, Ja. and I'm waiting for that Bible, and because I'm gonna go. I've written everything in it. I listened to everything in it Ja. because I own everything on because I got everything from the internet, and I own all the Bibles and the scriptures, all of them through the internet. But it's a little bit different when you have it here. I'm waiting for that, but I've gone through all that Bible, and like the Bible she has, I've gone through many scriptures, but I haven't gone through her Bible. I haven't gone through her Bible, and I love to have something new. Yeah. Og ég hef ekki farið í gegnum biblíuna eða henni, hún á King James, King James 1100, sem er skrifuð 1100 og eitthvað, og ég hef ekki farið í gegnum þá biblíu, ég hef búinn að lesa öll ritin og það ég vil sjá hvort það sé munur á milli eldri biblía sem ég hef búinn að sjá, og ég veit að hún er ekkert í þessari biblíu, en hún er líkari gömlu biblíunum sem voru gerð 1400 og eitthvað, biblían sem var gerð 1570, allar þessar biblíur áður en Luther kom með hendurnar í biblíuna og tók hér úr biblíunni sem átti ekki taka úr, út af því allt sem var ritað hér í biblíunni var heilagt og blessað af Guði, og þannig var biblían gerð, og síðan fór Luther í sínum eigin vilja og sagði það að allar Dóminíkbækurnar væru ekki innblásnar af Guði, og fór síðan að rugla með einhverja fræðinga, og þeir fóru að reyna að staðfesta eitthvað aftur í tímann að hafi verið sagt eitthvað. Mér finnst ekki gera það fyndið að þegar maður sem
hér 2026 sem bara eitthvað 26 ára gamall að hann sé að fræða þig eitthvað sem að skeiði fyrir að rita hérna fyrir 1700 árum síðan að hann ætlar að fræða þig það þegar að við getum ekki einu sinni staðfest það sem skeiði árið 1700 Akkurat. Þetta er allt eins og fyrir mér, þetta fyrst út að ég var að passa okkur á manninum og hlusta á Guð. Alltaf að hlusta á Guð. Alltaf að hlusta. Það er út af því sem ég elska konunum mér svo mikið og Amen. Skaðast mér. að Guð kenndi mér það og muni þetta menn. Amen. Muni þetta. Guð er í fyrsta sæti. Já. Því hann þjónar þér. Já. Og Guð skapaði þig í sinni mynd og þá virkar þannig að þegar þú lætur Guð í fyrsta sæti að þá lætur Guð þig í fyrsta sæti fyrir sér og þá fer hann undir þig og þjónar þér Já. og byggir þig upp og til að gefa þér sjálfstraust og bera og þá berðu virðingu fyrir Guði því að hann er búinn að byggja þig upp og þetta er bara eins og pappa og mamma alveg börnin sín að þannig nelur hann þig upp og hann byggir þig upp Já. og þá lærir það, ok, Guð þjónar mér til þess að hann þjónar mér og ég læri af honum og þá ber ég virðingu fyrir honum. Já. Og þá legg ég konuna mína í fyrsta sæti Já. fyrir mér. Men. Því þá fer ég undir konu mína og þjóna henni og byggi hennar sjálfstraust upp og byggi það upp allt það sem ég þarf og hún þarf að treysta mér og ég er að byggja hann upp og ég er að biðja Guð að hjálpa mér og Guð hjálpa mér og þá lærir konan að virða mig og þá fattar konan mín það að hún leggur börnin í fyrsta sæti Men, já. Og fer undir börnin mín og byggir börnin mín upp og þau bera virðingu fyrir móður sinni og þá alast þau upp og alast upp fyrir það sama annars og börnin okkar eins og svo yngsta okkar hún elskar Guð hún elskar Guð Amen, hún gerir það. og hún alveg hún elskar Guð Hún elskar hann, sko. Alltaf gert það. Talaði tungum, sko, hérna, hvað? she speaks in tongues and she Hún said gerir það, sko, alveg á tímabili, 2021 alveg, hvernig, sko. yeah, she started speaking in tongues and she was 2 years old Bara heilaði randi, bara ekkert smá. yes, En, já. it's just God Amen. amen and she loves God Já. Og úlingurinn okkar, hún biður fyrir, hérna, eldri systur sínum og svona og þá talar hann í tungum og já, og biður alveg innilega frá hjartanu bara alveg heilaði randi bara fullur í börnunum okkar líka, sko, og þær eru alveg meðvitaðar. and Já, amen. all my daughters are brought up like in my situation it was like everybody
has been baptized and received God and all these things. But understand one thing? Like you read in the Apostles, you don't have to get baptized to get the Holy Spirit. You just need to believe in God, Yes. and then the Holy Spirit is coming into your heart. That's just a culture thing, Yes. because when you get saved, who's coming into your body? Holy Spirit. Holy Spirit. But they are telling you that there is some other spirit coming into you, and you are not receiving the Holy Spirit, and you have to go into the water to receive the Holy Spirit. And because in some of these culture things, like they are putting it, it's like you're half saved. You're half saved because you received with your tongue, but you are half saved because you haven't gone to the water and to the swimming pool and got baptized. But this is wrong teaching. Like in the Apostles, they laid their hands on the people and they walked out, everybody speaking in tongues. There was no water there. And you read it in the Bible, and but understand, your belief is your belief in God. Yeah. If you want to get baptized and you feel better with it, do it. Yes. Do it. Yeah. If you feel better, do it. Because my daughter, she is 7 years old, and she wanted to get baptized because people were getting baptized there. Because But she knew what, yeah, no, this No. was just because the people were getting baptized there. Yeah. You mean and my Olivia? Olivia, and she just wanted to get baptized like the other one. Yes. Because she wanted to show everybody she loves God like everybody else. That was beautiful, yeah. And that's beautiful. And She's so independent. Yeah, I know. yeah, and I didn't, because it's a little bit like, this is a beautiful thing. This is like a statement that you're putting down when you get baptized. If you get baptized, I baptize people in lakes, in waterfalls, and in the countryside. Yeah. And it's a beautiful thing. Yeah. But that's your thing. Yes. And you want to, because it's a little bit like you want to show people that you are a believer. It's a little bit about that too. And it's not that you're not saved and everything like that. It's just beautiful thing. Just do what you believe in. Do. Yeah. Yeah, this is like, Amen. verði er að trúni. Yeah. How do you say it in English? Byrðu, verður að trúðinni. Já, Byrðu, vá. verði er að trúðinni. So Ég er we got the English word for this. Nei, hættu. Þetta er svo auðvelt. Já, Róf auðvelt. verði er að trúni. Beware of your belief. Nei, ég veit ekki. Bless your beliefs. Bless your beliefs. Verður, Is
This is your belief, so Já, this is yours. ekki be careful what you wish for, No. be careful, believe, no, byrju. Verður skrifa bara Æi. hérna. Verður ykkur á trúðinni. Já, Skrifa hérna, verður þér á trúðinni. Verður þér á trúðinni. Þetta er svolítið. já. Varði þér. Ég elska þig, ástór minn. Yndislegt að hafa þér, ástór minn. Ég elska þig og Guð blessi þig. Þetta er yndislegt. Ok, may your faith be with you, já, ok. May your faith be with you. Nah, Nei, no, ekki. no. This is not right because English is a little bit different than Icelandic because this is not the same. This is not the same spelling. Skiptir þetta einhverju? Yeah, because the English put it a little bit different. According to your faith, be it done unto you. Yo, yes, there it is. According to your faith, be it done unto you. Yeah, amen. That's the right one. That's the right one. Yes. And now we go to the last chapter here in Christians Yes. Daily Prayer. We are gonna go to the next one, and if you're listening and you haven't received God into your heart, then we are gonna give you the opportunity to Yes. do this now, Yeah. because God promised to come into your heart. The Father, Yeah. the Son, and the Holy Spirit is gonna come into your heart. Yes. It's not like you can split God into three pieces, like they are talking in these culty things that God is sitting somewhere up there and Jesus is sitting by his side and the Holy Spirit is working down here. No, this is the same person. Yeah. This is Father, Son, and the Holy Spirit, one person. Like me, I'm a soul, I'm a body, Yeah. and I'm a spirit. And that's one person. Amen. Amen? Yeah. So that's right, believing. But they tried to, they did this in 1054. They split God into three pieces, but it was one before all the time. Yes. And that's the truth. Yeah. And if you believe that God went on the cross and he died for your sin and he cleansed you from all sins with his blood, and he rose on the third day, and he is alive today, if you believe that in your heart, then God is promised to come into your heart and save you. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Og ef þú ert að hlusta hér núna, þá ætla ég ekki að vera sem svo að fara með frelsmennina og Guð lofar því að koma inn í hjartað þitt og þú trúir því að Jesú Kristus hafi farið á krossinn, dáið fyrir syndiðinnar, hreinsaði með blóði sín og hann hefði risið upp á þriðja degi og hann sé lifandi í dag. Að þá mun Faðirinn, Sonurinn og Heilagur Andi koma inn í hjartað þér Já. og frelsa þig. Og munir að þá mun þú geta tala við Faðirinn og hann mun ansa bæniðin. And remember this, when you do this,
you can talk to the Father and He will answer your prayers and He will bless you and your life. In Jesus' name, amen. Amen. Everybody say amen. Amen. Og ég ætla að byrja á að fara með þetta á íslensku og hafið svo orðið til mér. Drottinn Jesús, Drottinn Jesús, ég trúi þú sér svona Guðs, ég trúi að þú sért svona Guðs. ég trúi að þú dáið á krossunum fyrir syndi mínar Ég trúi að hafa dáið á krossinum fyrir syndir mínar og dýrmætt blóð þitt hreinsa með allri synd. og dýrmætt blóð þitt hreinsa með allri synd. Ég trúi að hafi risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að hafa risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús, Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mig allar syndir mínar ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar og þó mig algjörlega með blóði þínu. og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaði hjarta mitt, Hreinsaði hjarta mitt, endurnaði anda minn endurniði anda minn og gerði mig nýri sköpun í þér. og gerði mér nýrri sköpun í þér. Ég opnaði hjarta mitt núna Ég opna hjarta mitt núna og ég bið þig að koma inn í líf mitt. og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vel ég Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, að fylgja þér, elska þig elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. og lifa samkvæmt orðið þínu. Þakkar Jesús Þakka þér Jesús að fyrir blóð þitt að fyrir blóð þitt er ný sköpun, er í ný sköpun, fyrirgefin, fyrirgefin, endurfæddur endurfæddur og elskar þér. og elskar þér. Í Jesú nafni, Amen. Og verður velkomin, þú sem að fórst með þessa bæn og verður velkomin í Guðsríkið og Já, velkomin í kirkju hans já, og mundu að musteri hans er líka með þinn því hann býr, ef þú fórst með þessa bæn, þá býr hann innra með þér og musteri Guðs er líka með þinn. já. Í Jesú nafni, amen. Amen. Now I'm gonna go with this in English, and Yeah. this is so. Have these words after me if you wanna receive God into your heart. Yeah. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all sin. and that your precious blood cleansed me from all sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now, I open my heart now, and I ask you to come into my heart, And into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' name, amen. Amen. And be welcome to the kingdom of God. Yeah. And be welcome Uh, to the church. yes. Hallelujah. And now your body is the temple Yeah. of God because He lives in your heart. In Jesus' name, amen. Amen. And now we have the original Lord's Prayer. Yeah. Because He's never gonna tempt you to do anything No. like in the Luther Bible. He's not gonna lead you into temptation. He's No. never gonna do that. He is gonna hold you from temptation. And this is original. This is from the old Bible. Yeah. And that's the original from God. Yeah. Lord Jesus Christ, what He taught us. Yes.
so you know that. Við erum með orginal faðirvorið, við erum með það frá eldri biblíunum, frumútgáfunni frá faðirvorinu sem Jesú Kristur kenndi okkur, en ekki það sem Lúther, þar sem út af Guð myndi aldrei fara að reyna að frysta því neins, og stendur í faðirvorinu: hald þú mér frá frysni en ekki leið. Hann var að leiða þig. Nei, aldrei. Það röng. Þannig að sjáðu þig hvernig maðurinn búinn að eiga við hlutina. There you see how man has been taking the scripture and changing it. Yeah. Because the in the Luther Bible, but þess að sjá þetta í Luther Biblíunni ekki rétt. Faðir vor. Nei. And now I'm gonna go with the Lord's Prayer, and I'm gonna start with in English. So listen, and may God bless you. Yes. Our Father, Ó Father, who art in heaven, who art in heaven, hallowed be thy name. hallowed be thy name, Thy kingdom come, thy kingdom come, thy will be done, thy will be done, on earth as in heaven. on earth as in heaven. Give us our daily bread. Give us our daily bread. Give us this day our daily bread, And forgive us our debts, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. as we forgive our debtors. And keep us from temptation, And keep us from temptation, so that we may stand against it, so that we may stand against it, but deliver us from evil. but deliver us from evil. For thine is the kingdom, For thine is the the kingdom, power, the power, and the glory, and the glory, forever forever and and ever. ever. In Jesus' name, amen. 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 Halleluja. Halleluja. Nú lulla Lulli tími, Já. en núna munum við fara með faðirvorið á íslensku auðvitað ástinni. Jétu, Faðir vor, hvað var? þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo í jörðu sem á himni. Gef oss í dag og daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og vorar skuldir nautum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Með þessu orði í dag hafa verið blessum fyrir ykkur, Já. eins og ávallt fyrir okkur. Og alltaf eitthvað nýtt, og eins og við segjum að gott er ofta að taka svona tíma, og þetta er eins og oft ef ég er að hlusta á predikanir eða annað, þá tek ég á svona tíma á degi og ég hlusta kannski á eitthvað kortir hérna, og svo tek ég aftur og hlusta á kortir eitthvað seinna. Út af því að stundum þá eru predikanir langar, og maður hefur kannski ekki allan tíman, en það er hægt að gefa sér kortir og hlusta í kortir og hlusta svo aftur í kortir. Og þá dettur maður niður á eitthvað sem manni langaði að hlusta á. And it's like very good, like when you're listening to preaching, that sometimes you don't have all the time to listen to the whole ceremony, and then it's good to maybe listen for 15 minutes, somewhere in the day, and play another 15 minutes and listen. And then it is because there are some things in the preaching that you wanted to listen to, because
sometimes we don't want to listen to all the things that are in the preaching, but there are some moments in the preaching that we wanted to listen to. Yeah. That's a beautiful thing about things about when people are preaching, that maybe the whole ceremony is not all we've been listening many times to maybe this, and we want to get some personal things that we needed. Yeah. That's how it is. Yeah. Different when you're learning, like I've been going. When you're learning things, then it's a little bit different. Yeah. I just put it on speed number 4, and I'm a fast learner. Like you think. My Your mind mind works. Like your mind works. yes, so I'm maybe listening to a 4-hour teaching, and that takes me just 1 hour. So Yeah. True. It's better to my brain is just like that. Fast forward. Yes, Yeah. that's why I always, when I'm listening to something, I go like, why are everybody speaking so slow? Yeah. Or acting slow. Yeah, that's why my wife tells me always here, I have to speak slow, Yeah. So because I speak fast. he's like hvað heitir hann? Brand. Me and Russell Brand. Yeah, they're twins. Me and Russell Brand. Always. If you know Russell Brand, me and Russell Brand is Same character. same characters. We speak fast, and that's Believe. and I loved when Russell Brand got saved, Yes. and he's my kind of character. Yeah. He's similar in many ways Yeah. in things, and I'm watching him grow and the belief, and I like what I see. Yeah. And because he's watching out what men are doing. Yeah. I like that about him, and I like when people don't go and because I did it in the beginning, and I went to Baptist, and I learned Baptist pastor, and did that, and I got a little bit stuck there, and in this judging myself and blah 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 blah, and then I went to learning the next evangelist pastor, and then I learned I've gone through all these Catholic. Yeah. Just I learned Catholic when I was young, and then I learned everything about Catholic preaching, and I just wanted to learn everything, and I went to Grace Pastor, and that taught me a lot when I went. I was 5 years in that thing, and then God told me to follow Him. Not anything in
hold your things, just follow me, and I'm a grace believer because God came with grace and we are under grace og Yeah. við erum undir náðinni og því er ég grace trúaður og Já. því Guð kom með náðina og við erum undir náð en við erum ekki undir lögmáli. We are under grace but we are not under law and that's why I preach grace. Yes. I'm a grace believer Já. because God showed me that Yeah. and that's the truth. In Jesus' name, amen. In Jesus' name, amen. Já, munið. Amen. Verið góð við konuna ykkar, segið henni elskið þar og eiginkonur segið eiginmenn ykkar og segið börnin ykkar að þið elskið þau, biðið fyrir fjölskyldu ykkar, segið við náungan að þið elskið náungan og einnig elskið óvinni ykkar og biðið fyrir honum og þá mun Guð svo sannarlega blessa ykkur. Yeah. And remember, husbands, tell your wives that you love them. And wives, tell your husband that you love them. Yes. And tell your children that you love them. Yes. And pray for your family. Pray for your neighbor. Love your neighbor like yourself. And pray for your enemy and love your enemy like yourself. Then God is gonna bless you because Yes. these are His children and that's why we have to pray for them. Yeah. That's why He doesn't judge us because we are not allowed to judge them. And this is the law of God. we don't judge. Afsakið. And this is grace. Já. We are under Amen. grace. And this is grace. Og þetta er náð. Já. Við erum undir náð. Því Amen. eigum við ekki að, eins og Guð sýnir okkur, við eigum ekki að dæma náungan Nei. og því Guð dæmir okkur ekki. En í koltinu, þá fara þær að segja að Guð, það fara að dæma þig. Já. Like in these culture Yeah. things, Yes. they tell you that God is going to judge you, Yes. but God teaches you that you're not allowed to judge yourself, and you're not allowed to judge other people. No. You just pray for them, love them Yes. like yourself, and don't judge, and don't do, and because He's love, and love doesn't judge. No. In Jesus' name, amen. Amen. And may the Tuesday be beautiful for you, like Yes. it's for me and my wife. Yeah. And God loves you. Yes. Good night. Og you. Sal, elska þig Guð, Já. yndislegt að sjá þig. Og með Guð blessa þig. Yes. Amen. Amen. Já. Góð nótt. Og hvað með Guð elska þig. Amen. May God loves you. Já. Hvað með my brother, I Yeah. love you. Já. God loves you. Sjá. Og Guðni Óla, Guð elskar þig og við elskum þig. Góða nótt. Good night. Elskum ykkur. Já. Góða nótt. Guð er góður. Guð læknar allt. Amen. Amen. Ég sá pabbi var að glúta þess að